gekk til hennar og kynnti mig og spurði hvort hún hérna hefði tíma til að ræða lítið við mig og já, Guð var góður mál, það er ekki neitt að flýta sér. En svo kem ég inn á það að mér hefði þótt vanta í þetta hjá henni að hún kæmi inn á öll þau umframdauðsvöll sem að orðið hafa hjá þjóðinni síðustu 4-5 árin og einnig alla þá aukningu á nýgengi krabbameina. Aldrei eftir þessu. Og heldur þetta geti staðið í samhengi við kóðsbreytunar mögulega? Nei, algjörlega fráleitt. Þær voru svo öruggar og þær voru svo nauðsynlegar og gögnuðust öllum svo vel og farsalar og allan hátt, sko. Ég skil ekki hvernig þetta er í hug. Af hverju komstu þá í veg fyrir að tengdamóðir þín væri sprautuð í lok árs inn á Sóltúni 2020, einn allra vistmanna. Og hún var með hækju þarna kellingin, ég veit ekki hvað var með að gera eitthvað, sko. Og ég held sennilega eitt augnablik að ég þyrfti að víkja mér undan, sko, þegar hún ætlaði að leggja til mín með hækjunni, sko. Hún fuðraði bara til þess að þetta var kannski, einhvern veginn öll holning varð svona í einu vettvangi og þú skalt bara vita það að ég ræði ekki heilsufar tengdamóður minnar við ókunnuga aldrei nokkuð tíman. Og svo skaltu líka vita það að hún tengdamóður mín, hún var nú að lokum sprautuð, svo vitir það nú líka. Uppnámið var það mikið að hún ætlaði aldrei að ræða heilsufar tengdamóður sinnar við ókunnuga, en í næstu setningu var hún hins vegar farin að ræða heilsufar tengdamóður sinnar við mig, sko.